Elva María Baldursdóttir, starfsmaður Þórs í Hamri. Elva, væntanlega kannski bara verslunarstjóri. Þið ætlaði að fara að opna búð, eða við Þórsari ætlum að fara að opna búð hérna í Hamri. Hvað getur þið sagt mér þessa áætlanir? Sko, við erum náttúrulega bara hægt og bítandi að byggja þessa verslun upp. Bara svona í róleitum, þetta tekur náttúrulega tíma og líka bara að fá vöruna. Það náttúrulega tekur tíma að finna réttu vöruna og hagstæðustu verðina náttúrulega til að geta boðið upp á og þannig að það verður ekki sko stór auglýsing eða einhver stór opnun í sambandi við þessa verslun. Þetta náttúrulega kemur bara hægt og bítandi. Þetta verður ekkert svona eins og þegar Smáralind og Glertorg voru opnað, þetta verður svona hægt og rólega. Já. Ég held að þetta verði nú samt kannski komið á gott ról kannski svona fyrir næsta sumar. Gæti samt dreigið þess, ég er ekki alveg eins og ég segi komið nákvæma dagsetningar eða neitt svoleiðis. En Elva, nú höfum við verið að selja trefla og húfur og annað svona á netinu, en það verður kannski auðveldara að ná í þetta þegar verður svona að fara að vinna markvisst í sem svona Þórsbúð, þannig að verður auðveldara fyrir fólk að koma og nálgast þessa hluti og panta könnur og annað. Já, við erum náttúrulega með aðstöðuna í afgreiðslunni og við munum vera með hana þangað til að verslunin verður opnuð sem að verður vonandi fljótlega og þannig að en svona núna eins og staðan núna eins og með könnur og svoleiðis að allt sem sérmerkt þurfa að taka pantanir til að við sitjum ekki uppi með lager og svoleiðis þannig að við eigum náttúrulega enga lager þannig að við þurftum náttúrulega að taka niður pantanir til þess að vita svona ákveðið magn og svona það sem við þurfum að hafa. Elva, nú verður vinsælt að panta könnur, svona sérmerkta könnur til þess að eiga og gefa jólagjafir. Oft eru pantað fyrir jólin. Er eitthvað svoleiðis í gangi núna? Já, við erum sem sagt með könnur og verðum með fleiri glös í boði, til dæmis sem sagt fínni bjórglös á fæti og bjórkönnur, sem sagt alveg svona alvöru könnur og viskiglös og koníaksglös og svona í safnið sem fyrir alvöru Þórsara sem safna könnum og glösum og svona. Og svo erum við með rúmföt og handklæði svona vonandi, allavega fyrir jólin. Allavega reynum að græja það fyrir jólin og svo kortaveski munum við vera með, svona sérmerkt líka. Bæði með Þórsmerki og hægt að hafa þetta persónulegra þá með merki, sem sagt nafni og öðru. Þannig en svo erum við náttúrulega bara með það, svo erum við að fara að fá sokka, sem sagt Þórssokka, sem sagt sportsokkana, þessa lágu. Og þannig að þetta mun koma til með að vera allavega til í versluninni en allavega sokkarnir, húfurnar og treflarnir áfram en annað þyrfti að panta þá með fyrirvara. En þið ætla ekki að náttúrulega fara út til neitt alvöru Þórskalla, það náttúrulega verður að fann bara selt í toppmenn og sport? Já, markmiðið með þessari búð náttúrulega að reyna að hafa vörur sem að Hömmel eða sem sagt samningurinn við Hömmel getur í raun ekki boðið upp á. Þú veist, þetta meira svona gjafavörur, ekki eitthvað sem að tengist beint fótboltanum eða sem sagt sko toppmenn og sport sér náttúrulega eins og keppnisbúninga og félagsgallana og allt öllu því. En við munum sjá eins og ég sagði bara mest gjafavörur og einhverju svona skemmtileg sem tengist félaginu. Nú að ég náttúrulega barnabörn, ef að ég myndi nú vilja, ég fæ hvergi nokkur staðar litla Þórsbúninga á litlu grílin, er það eitthvað sem við hugsið út til að reyna að láta sér sauma svona galla á yngstu krakkana? Já, ég held að það muni alveg koma til greina og við erum samt ennþá í sem sagt viðræðum við aðila sem að getur búið til þessa galla fyrir okkur. Segir mér, og rúmfötin og vera kannski handklæði líka og eitthvað fleira svona sem að verður hægt að fá, svona sér saumað, með nafni til dæmis, Elva María eða Jón Jónsson eða eitthvað? Já, það stendur alveg til boða, en eins og ég segi, það þarf að panta þá með góðum fyrirvara sem að getum tekið niður pantanir og sendt svo frá okkur.
Og hvernig, sko, þegar að búði verður komin í gagni þá væntanlega verður opið bara á venjulegum opnunartíma þegar starfsfólk er í hamrið eða verður það ekki þannig? Jú, opnunartíminn verður náttúrulega í rauninni bara þegar húsið er opið. Það er engin einhver ákveðin opnunartími þannig en bara svo lengi sem húsið er opið. Þannig að það verður bara kallað í næsta starfsmann til þess að láta opna ef einhver vil fara að kaupa eitthvað? Já, ef upp svo staða kemur. En segðu mér, hvernig getur fólk, hvert á fólk ef utan að landi til dæmis eða bara hérna í bænum eða hver sem hvernig getur það haft samband við ykkur annað en í síma? Þið náttúrulega kannski komið tölvupóst? Já, við erum með tölvupóst og tölvupósturinn er elvamari@thorsport.is og svo er líka hægt að senda á verslun@thorsport.is. Þannig að það verður engin afsökun fyrir að geta ekki panta sér einhverju uppáhaldsjólagjafir, afmælisgjafir eða bara svona venjulega tækifærisgjafir, allt sérmerkt? Nei, það er bara vonandi og líka endilega bara komið með hugmyndir sem við getum framkvæmt og verður skemmtilegt að athuga hvort það verður hægt að framkvæma. Þið eru opið fyrir öllu? Já, í rauninni. Við erum náttúrulega, eins og ég er með náttúrulega fína lista í sambandi við hugsunin, barnanáttföt, samfellur, smekkir, svona ungbarna, töskur, jafnvel bakpoka, sundpoka, skópoka og bílatrefla og bílabúninga og jafnvel bangsa til að eiga, sérmerkta og teppi. Svo er allskins smádót eins og bílasköfur, nestisboks, vassbrúsar og allskins svona hlutir sem hægt er að græja. Þetta er náttúrulega allt vöru sem hver þossari bara verður hreinlega að eiga. Já, eins og ég segi, þetta þarf ekkert endilega að tengjast, hvað ég segja. Ekki neitt í sérstakri íþróttagrein, heldur bara félaginu. Já, nákvæmlega. Það er eiginlega bara félagsmerkið sem að gildir í þessu. Þannig að það er ekkert tengt einhverju ákveðri íþrótt. En þannig að ég gæti hugsanlega til dæmis eins og núna sko láti panta rúmfötin, paljó og deyja fyrir klúbbin og allt það eða áfram þú er alltaf allstaðar eða bara hvað sem er? Já, bara endilega, bara þín hugmynd, bara skapa eitthvað. Og var svo ekki líka bara fínt að var kannski svona í framtíðinni þegar fólk er búið einmitt að láta gera svona að taki myndir og senda okkur og til þess að geta postað á Facebook og á heimasíðu og sína sníðar hugmyndir sem að vakna og kveikna? Jú, endilega og það er náttúrulega líka gaman að sjá hvað fólk hefur að segja vöruna og hvort það sé ánægt og svona. Verðum við ekki að leggja upp með það að gera alla ánægða? Jú, já, sjálfsög, gerum við það. En þú ert náttúrulega, þú ert ekki nýju sem bara svo þú varst búin að vinna lengi í sportörubúð þannig að þú kannast aðeins við þetta? Já, ég kannast alveg rosalega vel við sérstaklega bara hömmelvöruna alveg út í gegn þannig að maður sér svona líka, veit svona hvað maður má og hvað maður má ekki. En þetta er stórt merki hömmel? Já, þetta er gríðarlega stórt og eiginlega bara öll helstu lið landsins er nánast komin í þessa búninga. Eða svo sett í þetta merki. Elva, þú ert spennt fyrir þessu, en verða einhver vöru svona sérstakar fyrir jólin? Áttu vona einhverju sérstakum vöru fyrir jólin? Já, það verður allavega eins og könnurnar og glösin sem ég nefndi áður og kortaveski og sérmerktur rúmfötin og mögulega hangklæðin. Ég ætla að reyna að redda þeim fyrir jólin og svo náttúrulega bara þetta klassíska húfurnar og treflarnir og svo sokkarnir að sjálfsögðu. Þetta er magna Elva og bara við vonum að þetta fari vel að stað og Þórsar taki þessu fagnandi. Já, takk.